Þetta ég, 17 ára gamall strákur frá Venezuela, á leiðinni að taka strætó í skóla þar sem hann skilur ekkert. Mér líkar veðrið, en það sagt að það muni versna eftir nokkra mánuði. Ég þarf nú þegar að kaupa ný föt. Það góða að ég bý nálægt skólanum og ég gat gengið að, en undanfarið hefur rignt mikið. Skólinn stærri en ég held. Ég valdi þennan skóla vegna þess að hann var sá fyrsti til að taka við innflytjendum og vegna þess að hann nálægt. Kennararnir og nemendurnir eru mjög góðir, en ég skil þá ekki mjög vel. Ég kann ekki að tala ensku og íslenska erfitt. Hvað að gera? Af hverju ákveð ég að koma hingað þá, sem þeir tala ekki spænsku? Þetta mjög erfitt fyrir mig. Af hverju engin pappír? Ég þreytur, bróðir. Ég sakna þín mikið. Afmæli FB að nálægt. Ég held að ég muni eyða þeim degi heima. Bókasafnið uppáhaldsstaðurinn minn til að læra. Mjög faglegt og rólegt. Ég var orðinn þreyttur á að skilja ekki hvað þau voru að segja. Mun ég nokkurn tímann passa inn hérna? Ég var að hugsa sjálfan mig. Fyrirgefðu mér, bróðir. Erfitt, já, en það ekki ómögulegt. Fyrir afmæli FB ég fékk vin.
Hann spurði mig hversu lengi ég hefði verið á Íslandi. Ég sagði honum að ég væri í 4 mánuði á Íslandi. Hann sagði að ég talaði mjög góða íslensku. Ég á nú þegar nýjan bíl. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti var fyrst til að opna dyr sínar fyrir útlendingum og eftir 50 ár er það en heimili fyrir alla þá sem hafa fundið sig síðast þessu landi. Þakkum ykkur kærlega fyrir að opna dyr ykkar fyrir okkur að taka á móti okkur af mikilli hlýju.